Jæja, komið í sæl og blessuð, við erum velkomin í þráðbeina útsendingu hérna á GT Akademíunni. Þetta er vetrarmótið 2025 í boði Stratos og GT Akademíur. Stratos gerir svona tækni fyrirtæki, gerir tækni hluti, gerir forrit og alls kyns eitthvað stöf. Ég veit ekki reyndar ekki hvað er gera fleira heldur en að gera kringum appið. Þannig að þið ringt hérna á ferð og flakki landið, endilega fáið ykkur kringum appið og hlustu einhverja fullt af sögum. Þeir eru komnir út allt líka, þeir eru komnir til London og eitthvað fleira. Það er einhverju þúsundir af sögum frá Íslandi og London í gangi það inn á. Mjög töff forrit. En við erum ekkert komið til þess að tala um það, við ætlum að fara að gera kappakstur, það er sem við ætlum að gera hérna í dag. Við ætlum að fá smá sæting, camera stuff, þarna, geggjað. Ég ætla að fara og mjúka mónitorinn á mæknum mínu, því það er algjörlega óþolandi að heyra í sjálfu sér. Það er svo sem maður hægt að lifa það af, sko, ef ég myndi heyra bara í sjálfu mér æðilegum tíma, sko. Þetta er langt eftir, þetta er alveg hálfri sekúndu eftir, það er mjög erfitt að hlusta á það. Sjáum við Patrik er mættur, það eru nokkrir keppendur mættir, það eru komnir 12 keppendur til leiks. Það er mjög gott að sjá þau. Það er bara æfing í gangi eins og séð, það stendur að sé 20 mínútur eftir þessari æfingu, það er hauga lígi. Við ætlum að ljúka þessari æfingu nákvæmlega akkurat núna. Við ætlum að ljúka henni núna, ég þarf að fara og skrifa smá. Með mér situr hann hérna Rúnar Eiríksson. Rúnar, vonandi hefur þú eitthvað að segja því að nú er komin athygli á því. Já, nú ætlum við að hafa gaman. En það verður, sko, síðustu keppni sem að var, held ég, líka Stratos keppnin. Og þá, hvað segir það? Kalli, hvað það ekki? Jú, segjum það. Þá til annað kemur í ljós. Og það eru nokkri þarna sem eru svona, þessi Nick Leap, við erum ekkert að spá mikið í honum, það er búið að vísa honum úr keppni. Og það er bara, við þurfum ekki að fara nánar út í það. Það er Aron eitthvað á tökkunum og íta á alls konar takka og ólandi ringi. Stefán aðeins að fara hana utan við þar og prófa það. Fínt að prófa svona í æfingu. Hvað er þægilegt að fara út af og hvað er gott að vera inn á. Ég er ekki frá því að það sé komið svart-hvítt flagg þarna upp í vinstra horninu. Mikið rétt, þessari æfingu er lokið. Viktor Nóbrið spáir Nick Leap öðru sæti, það getur ekki gerst. Það er búið að diskvalifæra Nick Leap fyrir ósæmilega hegðun hér á braut. Og hann tekin út, við getum ekkert rætt að frekar af hverju það var eða hvað gerðist. Það er bara ósæmilega hegðun, punktur. Það er ekkert frekar. Þessi tölvu kallar, sko. Hérna er Gunnar Karl að koma sér út úr pittinum. Gunnar Karl sagði mér það að hann ætlaði ekkert að æfa eða taka þátt í þessari keppni. Sama gerði Patrikur. Ég sendi þeim bara skilabóð og sagði þeim að þeir væru víst að fara að mæta. Já, Rúnar, þetta á að gerast, ég veit. Hérna, ég er búinn að tína músinni. Þannig að, þú voru að tína músinni, segirðu? Þannig er hún. Það er þetta að tína músinni hérna með markaskjái og sumir eru þráðlausir, þannig að þetta flækir málið að talsvert. Ég held að þetta myndi haldast brautin yfir í Hvolsvanga.
Ég veit ekki hvað hann sagði, hann hélt eitthvað að brautin myndi haldast yfir í qualifying, ég held að hann hafi haldið að veðrið myndi haldast yfir í qualifying, en það er ákveðið pása þetta á milli. Veðrið er alveg sýnilegt fyrir keppendur, þeir geta kíkt á svona, hvað heitir þetta, veður, eitthvað svona, hvað heitir þetta? Veðurkort. Svona veðurkort, já, þeir geta kíkt á svona veðurkort. Þú getur líka bara að fara inn á veður.is, skoða þetta þar. Nei, það er ekki rétt, ég get það ekki, en já. Smá bleita á dag kemur skapin í lag, mikið rétt, Viktor. Ég kann að meta jákvæðinni í þér. Hérna sjá, það er allir að hrúa sér út úr pittunum. Ég held að það hafi verið átt að sjá því að það er svolítið blautt. Þess að var rigning áðan og svo er byrjað að rigna aftur núna. Nei, svo hætti það sem ég ætla að segja. Það var svona rigning þegar tímatakan, æfingin byrjar fyrir 2 klukkutíma síðan, en þá hætti að rigna strax. Svo byrjaði að rigna núna aftur leið og æfingunni lauk, sagði tímatöku áðan. Ég var að meina æfinguna. Það var æfingu byrjun, 2 tímar. Þegar henni lauk, þá byrjaði að rigna í 10 mínútur. Það var svona, brautin er dálítið blaut. Og við dræfir taka á þetta. Við getum alveg gert það. Brautin er dálítið blaut og hún mun þorna aðeins núna í tímatökunni. Og svo mun hún halda áfram að þorna. Svo kemur keppni. Svo er spáð rigningu í keppninni í svona 20 mínútur, hálftíma, ég veit ekki alveg, það er eitthvað cirka bát kortið 20 mínútur, hálftími, einhverstað þar á milli. Svo hættir að rigna og vonandi verður alveg skraufa þurrt fyrir lok keppni. Þetta segir ekki það að keppendur muni þurfa að skipta dekk til þess að fara á regndekkið sín eða taka sjensinn og fara út á regndekkjunum í byrjun og grilla þau svo bara á fyrstu ringjunum sínum. Sleppa ég meina við sjáum bara til, einhverjir kannski taka svona múf, við sjáum bara til, ég veit ekki, þeir fengi ekkert að vita veðrið neitt fyrir bara 5 mínútum eftir að keppnin var byrjuð. Æfingasörfurinn, það bjóst til ný server, ný veðurskiljurum, þeir fengi ekkert að vita hana, þegar það er enginn búinn að æfa sér neitt almennilega í þessum veðurskiljurum eða neitt svoleiðis, þannig að þetta er svolítið verið að henda þeim út í djúpulaugina. Bara eins og það á að vera. Já, ég samanlega, þetta er bara eins og á að vera. Svona er oft í raunheima skilurinn, maður er að skoða einhverjar veðurspár, það er það sem ég ætlaði að segja áðan, ég ætlaði svona veðurspár stöf eitthvað, en það er ekki mega neitt sens. Allan, maður ætti að skoða einhverja svona veðurspá og hún rætist ekki neitt sko, það er bara, hún gerir það ekki neitt og maður veit heldur ekki hvað gerist næstu 20 mínútur með hálftímanum nákvæmlega þó að veðurspáin segi eitt sko. Hákon Jökulsson, Sigurgeir Lúðvíksson hérna líka. Þetta eru FIA fararnir okkar. FIA Motorsport Games, hann vel reyðgæður hjá honum. Sigurgeir. Vel reyðgæður. Já, hann er búin að gefa hann úti í vetur. Hvað leikinn svo, ég geti summað eins. Jú. Hanna, þetta er ekki, þetta bíll. Þetta hérna hjá við. Röst Bucket, já, það er búið að fá, sýnist mér traktorsdekk hann í hliðin á sig líka. Það er ekkert smá stór dekk sem hann fór í hliðin á honum. Hvað mál með þessa hurð? Já, ég skil. Þetta er bara svona reynda mjög vel format svona hænsnanett eða hvað þetta á að vera. Karl Þórodsen. Mjög flott lifur í honum. Það er einhver hér sem er sponsaður af Kringum appinu eða Stratos í dag þála. Hann mikil meistari, búinn að keyra með okkur í mörg ár og er sennilega bara einn af elstu iRacing eigendum á Íslandi. Hann er búinn að vera í iRacing í allavega 10 ár. Hann var búinn að vera í iRacing heil lengi áður en ég byrjaði að spila sko. Matteo Lafiska, Ítalinn okkar. Hann glimti reyndar alveg að skrá sig í keppnina. Já, veit ekki alveg hvað mér finnst það. En hann talar svo sem ekki íslensku og skráninga dóti allt saman ára íslensku, þannig að kannski gefum honum séns með það. Gæti verið voðalega hyggstart allt í hennu. Það er hyggstart svona hérna hjá mér. What's going on? What's going on in the kitchen? I don't know what is cooking. Það hyggstart sko á skjánum hjá mér. Nettpirrandi. Ekki á þessum skjáðu það. Nei, þessi er líka, þetta er miklu betri skjár. Já, þetta hyggstart alltaf mikið hérna. Hvað er í maximum? Hvað er að gerast? What's going on? Það er Aron Breki, hann er alltaf bara að vera. Ég veit ekki hvort ég sá þetta, en þannig gætu við farið yfir hvað er verið að nota á tölvunni.
Rosa gott að vita þetta. Andri Maris komin upp í annarsæti. Það eru Kalli ákvað bara að skella sér upp á topp. Prófum þetta. Næstu bara að leka svindl Það munaði litlu. Það bannaði að spóla tilbaka. Enga myndir, no photos. 15%, já, grip.exe, þið getið hvergi fundið þetta, bara í tölvunni minni. Herra, ég ætla að setja þetta leyniforritið hérna niður. Ég heyrði ekki tala. Ég heyr ekki hvað það er. Ok, ég held þetta virkir núna. Hvernig væri að hafa skyldu á smá gæða mæk hjá aukumönnum? Já, hvernig væri það? Setja bara refsing á menn, bara stiga refsingu fyrir að vera með lélegan mæk. Ég tala skýra og góða íslensku. Já, nei, þá fæ ég refsinga. Það er mikið stæði, ég var að gera það. Nei, þú ert ekki að keyra. Þú getur bara að haga það þegar þú keyrir. 5 sek, heyrðist ekki radio. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson að taka hraðasta ring af honum Karl Þórodsen. Fáránlega vel gert. Ég veit ég á ekki að halda með henninum, en ef ég held með einhverjum í dag þá er það Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn. Þetta er Íslandsmeistarinn okkar í Hermi rally. Ef þið eru ekki að taka þátt í því og hafið áhuga á rally, þá skuluð þið fara að kíkja inn á Skítóttur rally á Facebook. Hann er ótrúlega hraður þar og er ekki búinn að vera að æfa sig í iRacing neitt svo ég viti til, sko. En síðustu daga hefur hann verið að stökkva pínlítið í þennan BMW. Það er náttúrulega bara vika síðan við auglýstum þetta, þannig að hann er bara búinn að hafa viku til að æfa sig og er núna í fyrsta sæti af fólki sem er búið að æfa sig í iRacing helling. Þrátt fyrir það, ég veit það að Patrikur, Gunnar Karl og að ég held Hákon séu ekki búin að æfa sig neitt sérstaklega. Ég veit að Gunnar Karl og Patrikur eru ekki búin að gera það. Ég sagði þeim áðan bara að koma og taka þátt. Þeir ætluðu ekki að taka þátt. Ég sagði þeim bara hætt svo kjaftaði og koma bara hráir inn. Þannig að þeir eftir að vera út um allt. Gunnlaugur er Patrikur að taka fyrsta sæti. Viktor Nóbrind tekur allt rallymótið án æfingu og endar á stundu vel. Já, ég er alveg saman að því, ég er farin að gera það núna en ég næ honum samt ekki, sko. Æfingin skapar meistarinn alveg klárlega í þessu og það er ekki sjensi, ef ég myndi æfa mig þá held ég ætti sjensi í Gunnlaug en ég held það bara, ég er ekki með neinar sannarir fyrir því, sko. Ég þurfti að taka næsta sísón að æfa mig verulega fast en ég nenni ekki. Það er alltaf mikil tími í þann dæmi, það er æfingar. Já, hann er sennilega með gripforrit, mjög líklega. Ég er að grínast samt, tek það fram. Það vantar svona takk á lykla, bara svona disclaimer. Getur ítt á það þegar þú ætlar að segja einhverja vitleysu. Já, þannig Það ber enga ábyrgð á því sem ég er að fara að segja næst. Það verður mjög gott. Mjög gott að hafa svoleiðis. Hér er Hákon. Við þurfum að halda svona skemmtikefnir. Og ef að menn er ekki með flott livery, þá bara refsing. Já. 5 sekundar refsing. Og við þurfum að gera svona skemmtikefni. Já, ef þú kemur á Já, hvítum bara- bíl, sem bara hvítur, þá þarf að bakka 2 ringi. Já, þarna erum við að tala saman, eitthvað svona. Patrik er í fyrsta sæti. Aron Breki bara skellir sér upp í já, opnaði hérna Rísalt yfir okkur vennarinn. Svo Viktor segir hérna 0,0 munurinn. Munar engu hérna Aron Breka og Patriki. Og svo munar engu nákvæmlega sama talan. Þú veist skemmtilegt, það var Hákon Jökulsson. Svo Gunnlaugur hérna hálfri sekund eftir en það, þú veist, ef að gæinn hefði tekið besta hringina þá hefði verið rosalegt. Það verið rosalegt, sko. Verulega vel gert hérna. Vonandi fær Hinki ekki refsingu. Við höfum eftir að sjá liverið hjá þér, Hinrik minn.
Skulum kíkja það hérna þegar við förum á griddi eftir smá stund. Sem minnum að það, ég ætti kannski að setja grid timer á þetta. Ég set grid timer á þetta, þannig að það séu, þú veist hvað ég segja, 3 mínútur. 3 mínútur. Já. Það meiri nóg fyrir þetta lið, sko. Það er frábær spurning. Sko, ef við myndum sjá Aron þá er hann að velja sér lyklaborð til að skrifa á. Hann er að spá í hvað takkarnir gera. Og þetta er rosa fínt hjá hann. Manstu þegar þú íttir á gula takkan? Nei, og næsta á dagskrá. Og nokkri ringir eftir að Íslandsmeistaramótskeppni. Þú áttir að vera sko að hreinsa pitt, svona widget sem að var upp á. Og svo horfður á mig eins og ég var í hálfviti þegar ég sagði hreinsaðu pittin og ég er að því. Ritaður og takkan. En það var öryggisbíllinn sem að maður búinn að senda út þarna 82 ár. Já. Það hefði verið gott að það hefði komið 1 öryggisbíll per klikk á takkan. Já, það hefði verið frábært. Þetta sé ekki vera með Aston Martin livery. Já, hann getur sloppið með það. Hann segir það. Getur sloppið. Herri, fórum við eitthvað yfir restir af griddinu eða erum við bara að bálkast eitthvað? Nei. Viltu sjá það aftur? Já, ég var þeirri. Já, Gunnar Karl tekur í 4. sæti, svo er Karl Þórisson í 5. og Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. og svo glöðu hoppa á næsta Kjartan Hulduson sem er nýr keppandi hjá okkur. Hann mögulega hefur keyrt áður einu sinni. Allavega hefur hann skráðsengt inn í deildinni hjá okkur. Ég þurfti ekki að hleypa hann inn í dag, en hvernig sem það er, það man ég ekki eftir að sé hann áður keyra hjá okkur og það er þá allavega langt síðan, þannig að velkomin Kjartan Hulduson, og svo er Andri Már í 8. sæti og svo Sigurgeir Lúðvíksson í 9. og svo er Matteo Lafiska í 10. sæti. Nú erum við komin hingað, já, ítt á ærisingi fyrir mig. Nei. Það sjáum við einn Chevy. Já, 2 minutes. Spila? Jæja. 2 mínútur í DS þá. Hörru, þá skulum við blasta okkar góða lag hérna aftur. Er ekki fyrir þetta hans? Já, það vantar tólk með þessu. Ég veit ekki hvað maður á að velja á. Já, geggjaður öryggisbíll, ég valdi sérstaklega pick-upinn fyrir ykkur. Valdi hann alveg. Ég tek sengur. Sérstaklega. Ég tek fyrir. Nei, ég vil ekki taka fyrir þetta. Heyrðu þið? Hvað var að gera? Er ekki mætt með þurru degjum það? Nei, hann spilum gert að þessu. Ya para ver lo que hacen para. Þá skulum við fara að skoða bíl nummer 1 hérna, svona, það er hann Hákon Jökulsson, situr í 1. sætinu. Geti farið hérna af grittinu og skiptum dekja. Hvað er að gera? Já, ég þú ekki að Hann var ekkert í 1. sæti á hann, það? Ekki á þann. Hvað er að gera? Það er hægt það. Þú reyna að hóla myndir. Jú, Patti var fyrst. Það er rekta ekki hérna. Okkur er Patrik í öðru núna, ég næði þess ekki. Gerðist eitthvað sem við sáum ekki, þú veist hvað? Ég tók fyrir þetta. Hvað?
Já, þetta er Þetta mitt. var blöð sko, en við sýnum vel á þurðan, en ég held að þetta er Hinrik. Ég er að fara að rústa ykkur. Rústa ykkur. Nei, núna stendur að þetta sé niðurstaðan úr qualifying. Ég veit það ekki, við ætlum að ganga út fyrir það, ekki eru keppendurna kvarta, sko. Við fáum aftur upp hann að stöfðu okkar húnar. No commentator curse. Það er verið að skamma Aron. No problem. Hemmingtáður líka. I guess I'm the only foreigner here. Og smelta á ærising svo ég geti zoomað aðeins inn fyrir okkur. No, we are all foreigners. Aron komin á þyrluna. Maybe. Ó, Nei, fallegi trukkurinn okkar. Okay, good. Dræfur, takk. það var það náðan. Yeah, good luck everyone. Good luck. Já, nú fara þið að fara á stað. 3 sekundur í þetta. Þá var æsingunni hérna. Og af stað fara þær aðkomið. Grænt. Patrikur nær fínu starti en Hákon talsvert betra og nær að halda sig fyrir framann. Aron Birgir og fast á hælanum á Patrik. Kjartan Huldisson hér í 4. er að falla niður í 7. sæti. Þetta hikkstar í drasslinn á skjánum á mér. Nepperandi. Gunnar Karl að henda sér upp í 3. sæti. Virkilega vel gert. Hákon er með mikla pressu inni fyrir aftan sig. Patrikur er í stuðarnum á honum að hamast. Karl Þórunsson hér, Sigurgeir Lúðvíksson. Skrítið þetta hyggst maður. Þeir voru 2 þarna, Patrikur og Gunnar sem að ákveða að taka smá sklætumaskín. Slíðmaskín! Þetta er allt voða vinalegt, allir. Sjáu þið þetta dífa Aron Breki að nei, þetta er ekki Aron Breki, þetta er Kjartan Huldisson að smetla sig fyrir framann Aron Breki. Vel gert, ég hef eitthvað sem segir mér að þetta sé ekki fyrsta skipt sem að Kjartan er að keyra í ærising. Skilja vel gert. Aron Breki að stinga sér aftur upp í hliðina á honum. Þetta er nú þá listin okkur eitthvað skrítinn. Nei, þetta er ekki Matti og kom með... Matteo Fiska kom með svart flagg. Hann hefur brotið eitthvað af sér. Enginn af okkur er að gefa hann þetta flagg. Kjartan tæpur þarna og banka Aron aðeins til. Hákon er aðeins byrjar að búti bil. Er hann inni? Christ, ég held að það er rosalegasta klúðrið í gangi núna, sko. Jæja, það var ekki svo slæmt. Áfram með smjörið. Það er Hákon heldur sem bara í 1. sætinu líður ágætlega. Það er hver að fara að nút af? Þetta Það er herra Kjartan. Hann var að kæla dekkin eða eitthvað, ég veit ekki hvað hann var að gera hana. Það er gaman fyrir Kjartan að hafa ekki 3, eiginlega 4 blái bílar. Það getur verið Kjartan og strömparnir. Hann er að elda strömparna eins og venjulega. Hákon Jökulsson
Enda fremstur, ennþá. Við sjáum við runna fyrir aftur á. Þetta hyggst, sko. Þetta er eins og Aron sé að skoða myndir af keppninni. Þetta er agalegt. Ég ætla að vona að þetta sé ekki jafn... Þetta hlýtur að vera jafn slæmt hjá þeim samt, sko. Er þetta hyggsta svona svakalega hjá ykkur líka? Í þetta skiptir það svo magnaði. Þetta skiptir þetta ekki að sama og var síðan. Ég sé það hérna við hliðinu mér. Það er allt frábært innan fyrir allar tölunar. Það er ekkert rendering lag eða encoding lag eða network lag. Þeir segja þetta, hyggstu að þeir kenna rigningunum. Nei, þetta er nefnilega tölvan sem er að horfa á leikinn. Það hyggst þar ekkert á þeim skjá, sko. En tölvan sem er að horfa á leikinn, hún hyggst þar, sko. Herðu. Þetta nú við. Gunnar Karl, þrýr. Hérna er svaka baráttu í gangi. Aron Breki er að koma sér fram úr. Gunnar Karl heldur þessu við en er með liðsfélag. Aron Breki reyna að nýta sér pláss sem að mun alltaf lokast en hann má reyna svo lengi sem hann kemur sér aftur fyrir aftan hinn en sjáuð Patrik hana. Hendi sér inn fyrir. Komið fram úr. Hann er komið fram úr. En sjá hvort að Hákon svari þessu strax aftur. Já, innri línuna samt, þetta stórhættulega hlutur sem gæti gerst, en þetta sleppur vel. Hörku bara þetta í gangi. Og hér er stúningur! Þeir fara saman í vegginn, Aron Breki Valgeirsson og Gunnar Karl. Enn og aftur lenda þessi kampanar saman. Þeir lendu saman í síðustu svona keppni í jólamótunni hjá okkur. Patrik bara, Gunnar Karl bara komin í spólerið. Það er Henrik Haraldsson hérna. Það hafði valið sér livery löngu áður en að ég... Þetta er samt svakalega ljótt livery, sko. Já, sko, hann var svo montinn á hann. Nei, já, það var ástæðan verið að vera hættur á rifsíka þegar hann var ljótt livery. Já, það hlýtur eiginlega að vera. Bara þetta hérna hjá þessum tveimur kumpánum. Við sjáum við Gunnar Karl dundraðinn í pitt. Gunnlaugur að setja hraðasta tíman. Já, Gunnlaugur í 4. sæti núna, fyrsta keppni hans í ærising hjá okkur. Og Kjartan beint fyrir aftar hann í 5. sæti. Hákon situr núna í 2. sæti. Karl kom upp í 3. sæti. Andri Maris að enda sér upp í 5. Gunnar Karl er klappað í pittinum. Það ætti að þekkja pittin ágætlega. Það væri svona hálftíma áður að keyra á vegg þar. Og það er þetta að vera orðin kunnugur staðháttum. En Patrikur heldur 1. sætinu og Hákon heldur bara áfram að elda hann eins og skuggan. Fáum við replay af Gunnari og Aroni? Já, við skulum fara að finna replayið. Skrollaðu hérna niður og finnum rauðan texta sem stendur eitthvað með þessa drengi. Þarna var einhverju rauðir. Ég er svona hérna. Karl Þórodsen að setja hraðasta ring núna. Þetta er einmitt hann sem við erum að horfa á hér. Gunnlaugur hérna hamast í honum á Dunkin Donuts liverínu sínu. Hvað það? Þarna, tvíklikka á þetta kvikið. Við ætlum að velja hennan. Það er Aron Breki sem stingur sér þetta innan á. Spurning hvort að Aron Breki sé kominn og langt til hliðina á honum. Klikkaði fyrir þetta ákvörðu þetta aftur.
aftur. Það við týni ekki músinni. Þeir eru nánast hlið við hlið. Já, það er svona spurning hver hefði átt að víkja þarna. Ónar og komið live aftur, Gunnar Karl. Patrekur hérna í fyrsta sætinu er búinn að hrifsa það á honum Hákon, en Hákon svo sem er ekki búinn að gefa þetta frá sér neitt. En þá harða sprettinum eftir honum. Í síðasta sæti situr núna liðsfélagans Gunnar Karl. En þetta er ekki búið, það er 1 klukkutími og 20 mínútur eftir þessari keppni, svo það getur nú allt gerst hérna ennþá. Já, það er aðalbón samloka í gangi hérna. Það er nákvæmlega úrleiðis. Búm, Karl Þóroddsson. Vá. Zoom. Mjög skemmtileg þessi fyrsta beygja, maður kemur alveg mígandi ferð inn í hana og þarf að byrja að bremsa en halda svakalega mikil ferð í beygju og bremsa. Þetta er mjög skemmtileg beygja. Ef maður bremsar aðeins of mikið þá fer maður allt of hægt. Ef maður bremsar aðeins of lítið þá fer maður langt út í beygjuna og er í tómu rugli, sko. Þannig að þetta getur verið mjög trikk í beygja, mjög skemmtileg samt. Gunnlaugur hérna tæpur. Þetta er ennþá hörku barátta hérna. Þetta náttúrulega var að byrja þessi keppni, en það er ennþá svaðaleg barátta fyrsta sæti. Beint fyrir aftan Patrek og Hákon sem eru búin að vera að berjast fyrsta sæti. Kominn Karl Þóroddsson. Það eru allir á þurrum dekkjum nema Sigurgeir, Matteo Lafiska og Gunnar Karl. Gunnar Karl fór út á blautum dekkjum, eða hann hefur gert það kannski bara núna eftir að hann kom út úr pittinum, að sjálfsögðu. Það segir Andri og BMF, það getur ekki klikkað. Finn pínulegt að kalt hann í hana. Nei, ég held ekki, alls eins. Andri keyrir mjög oft á BMF, sko. Hann tók til dæmis BMF í hérna Íslandsmeistaramótinu. Og hvernig gekk það? Gekk bara mjög vel. Já, ok. Þetta var bara spurning. Það gekk bara mjög vel, sko. Þú veist, ef þessi bíll væri bara á götunni, þá væri hann ógeðslega flottur svona liðinn, sko. Já. Það hefur það alveg á hreinu. En sem racing livery, denied! Denied! Ykkur krotaði 3 á hliðinu og sagði, þetta er gott. Þurfum ekki meira. Hörðu, það er... Gunnlaugur að hendi hraðasta tíman 1.52. Það eru Kalli hvað ætlar Kalli að gera? Svona að skella sér. Það gerir sér líklega allan í einhvers konar kúnstir. Rúnar, getur við breytt þessu hérna yfir í... Nei, þetta er rétt, það ekki? Jú. Jú, þetta er interval. Hann henda þessu á Gúlbett og hann ætlar að henda húsinu á andra. Það er enginn kalt henni. Hákon að hægjast eða Patti að rjúka áfram. Góð pæling. Ég kannski nefnum það á hann Aron Breki, en þetta var mér að kynna, það er bara innilega fyrirgefið. Það gæti nefnilega verið að Aron Breki er bara með hliðina á honum og Gunnar Karl lokar á hann þar sem hann á að vera að gefa honum pláss. Já, það var ekki, Aron komst ekki mikið meira til hægri allavega, nema að fara að henda sér út af og veggurinn var við hliðina á hann. En þetta er ekki búið, það er langt í frá. Viktor Nóbrein er búinn að taka sér dómarastöðu hérna og hann segir að þetta sé bara racing incident og áfram með smjörið, þannig að það er bara ákveðið. Já, hann hefur talað. Patti, fyrsta Hákon, Karl og svo Gunnlaugur í 3. sætinu. Íslandsmeistari í íslensku hermérali hérna í 4. sætinu. Fáranlega góður bílstjóri og verður að sína. Oh my god! Smá break check. Ég þarf að hætta að rósa fólki í beinni, sko. Þetta má ekki gerast, sko. Þú mátt rósa Henrik. Fáranlega góður bílstjóri, bombar allt. 3. sæti. Mér finnst að þú getur prófað að rósa þeim sem eru með ljótt livery. Já. Hákon til dæmis, með mjög flott livery.
Ég sagði þetta alltaf ljótt lifir í. Já. Já, vel. Til að mikið með ljóta lifrið þitt. Mjög flott. Þetta er, Hann lofar engum góðum dómum nema að sé súkkulaði skál hliðin á skjánum. Já, getum alveg pluggað þessari skjál, það er ekkert mál. Hvernig súkkulaði finnst þér? Come on with the rain. Matteo finnst sko ekki að fíla rigninguna. hann er, Dreymar í skónin í pitt. ætlar hann að fara að skella sér á regndekki, sko. Tjatt. Þetta er ykkur að kenna, Andri mun kenna ykkur þetta. Þú verður að finna replay fyrir okkur Rúnar. Nei, já, hann er bara skipt dekk. Ja, Hættu Saron, hættu það, kom ekkert fyrir. Sko, Anda rólega. Sigurgeir, Matteo, Andri Marís og Gunnar Karl, þeir eru allir komin á blautu dekki sín. Ok, beauty. Ítalinn fílar ekki íslenska veðrið. Nei, greinilega ekki. Ég skil hann alveg, þetta er ekkert ásættanlegt. Nei, ég held að í rauninni Ítalinn er ekkert svo vitlaus. Svona þegar á heildinni litið. Alls ekki sko. En það er samt svo gaman að geta sett góða rigningu í hérna dæmið. Já, Útrigningin. Já, já. það þyrfti að fá eitt lyklaborð í viðbót sem væri með svona veðurtökum, þannig að þú getur bara kveikt að fá rigningu núna, sól, snjór, Það væri rigning. reyndar alveg geggjað. Svo Við væri getum bara- bara svona sett rigningu þegar mér dettur það í hug. Ha, þú getur verið bara að leika, bara dygg og sagt bara, þetta er íslenska veðrið, Já, gjörðu svo vel. snjór, það væri snillt. Allt í ekki snjókomu. 10 mínútur á snjókomu. Brjálari snjókomu. Herra, vil ég eitthvað vita hvað þeir heita? Já, það er mjög gott að hafa það uppi. Karl heitir ennþá Karl. Most exciting, þegar við erum að detti í svona rugg. Það er gott að leiða Herra, allar ég- tölvun að segja ykkur eitthvað. Herru, þetta er ennþá bara topp baráttan í gangi þetta. Þetta held ég að verði í gangi bara fram að endalokum hérna hjá þessum 4. Það er spurning hvernig er hugsa pitt stoppið sitt. Þeir eru 4 konur á Það var eitthvað regndekk. dífa, komdu með ykkur aðra skot. Ekki þú sko heldur. Nei, Þetta sjálfvirka kerfi. snjókom í þriðju beygju, kameru takk. snjókom í þriðju beygju, regning í 7. og hvað sagði það svo? Og sólít og... Já, Þetta er sín. Það sjáum við glitta í toppin á einhverjum bíl. Þeir eru að nálgast Gunnar Karl, já, kannski ekki endilega að fara að nálgast hann mikið. Þetta bíl verði ekki bara cirka bát svona fyrir tíma. Þannig að sjáum við einmitt glitta í strákana. Gunnar Karl er hér. en sko Gunnar Karl er besti hringurinn hans er hægari heldur en síðasti hringurinn hjá efstu 8. Já, hann er á regndekkjum. Já. Þannig að hann er komin á regndekkjunu undan öllum öðrum. Þannig að það er kannski stóra ástæða fyrir að hann er talsvert hægari. En fyrir vikið þarf hann ekki að fara í pitt núna bráðum þegar rigningin verður aggressívari. Þið kíkt hérna, Ef þú farið, já, einmitt. Bing bang. það er skýjað. Það er skýjað núna. Það er 91% líkur á rigningu. Þannig að það er alveg að fara að koma rigning. Alveg að fara að koma rigning, sko. Hérna eru að koma inn hennan gullfallega beinakafla með hröðu hægri beini. Fyrir aftan er hvað? Ég get ekki farið þangað. Víst getur það. Svona. Gunnlaugur að taka move, kominn fram úr. Karl Þórodsen, virkilega vel gert hjá Gunnlaugi. Fallegur framúrakstur og Dunkin Donuts hérna. Það er eins hvort hann fái kleinurringi fyrir þetta. Patrikur er algjör GT-gaur, hann er búinn að vera að keyra svona GT-bíla mikið í R-Factor, svo hann er mjög góður að keyra þessa bíla. Þekkir vel þessa bíla sem er ekki með mikið downforce. En það tók hann síðustu vetrarkeppni hjá okkur og sigraði. Við erum að vera tilbúin að kíkja hérna yfir á Kjartan. Við erum að sækja ansi hratt á hann Aronbreka hérna fyrir aftan. Ég segi að hann stingi sér. Nei, hann gerir það ekki núna. Jú, það er full seint að vera með Dunkin, en mér skilist það alltaf að fara til Bandaríkjanna í sumar, þannig að veist, hann færi örugglega Dunkins þar. Já,
Hann er verið að vinna sér í hæginn. Þetta sjáum við dropana komna. Nú er byrjað að mjög rigna, kæra fólk. Nú komið svo að keppin þurfa að fara að skella sér inn í pit og gera eitthvað í þessu. Þarna er pit endrið og neitt, þeir ætla að keyra annan ring á sleipidekkjunum sínum. Hérna er Gunnar Karl fremstur og er að hleypa hraðari bílum fram úr sér. Hvað er að gerast hann fyrir aftan? Jep, Viktor minn, það er komin rigning. Gunnlaugur ætlaði bara að elta Gunnar að fá slipstreamið. Alveg sama á þetta, Gunnar Karl fór langt út úr línunni sinni. Já, hann nýtti það vel. Það var líka gaman ef þetta væri svona eins og í Formúlu E, þar sem áhorfendur geta valið hver fær turbo. Það fær einn bara svona DRS í einn hring eða eitthvað. Sjá hvað gerist. Okkur... Jæja, ég ætla ekki að spá í þessu hyggsti. Hætt að spá í þessu. Hvað er í gangi? Þetta hyggstaði ekkert síðast. Þetta var ekki vandamál. Kannski var þetta bara vandamál. Kannski voru bara 6 vandamál. Við varum bara laga 5. Hver veit. En núna í fyrra dag þegar ég var að prófa þá var þetta alltaf ekki vandamál. Ekki sant er það? Já. Við keyrum á því. Þetta virkaði einu sinni og ekki orðaða meir. Og ekki orðaða meir. Hei! Hæpirarnir fyrir aftan á Kjartan. Hörðu, hérna eru menn að bremsa seint og illa. Herru, nú hver var að fara á... Þetta hyggst er orðið svo mikið núna. Ekki skoða þetta. Viktor ætlar að dóneta og fyrir hverja $3 fær hann 1 auka hestöfl. Það er þetta geðveikt. Nefn hafa foreldrar eru geðveikt ríkir. Þá fær auka 1000 hestöfl. Þannig að hann faraði inn í pit. Nema Gunnar Karl. Gunnar Karl þarf ekki að fara inn í pit. Og... Viktor vill fara nánar yfir rafmagnsplanið á tölvunni. Já, skoðum rafmagnsplanið. Nei! Herru! Kjartan snýr og leiðin inn í pit. Babbara búm búm. Nærinn að koma sér á stað. Já, þetta bjargast. G.G. Lúðvíksson. Hann er ennþá á... Hann er á dekkjum. Hann er á regndekkjum, já. Hann byrjaði á regndekkjum. Alveg rétt. Display settings næst. Já, getur verið. Það var opið að náðan. Við varum að fíkt í. Já, bara hvað maður bjóða þér? Búið að vera taskmanager. Ég reyna að laga þetta hyggst inn í leiðinni. Ég reyna að skilja allan að hvað er í gangi. Þannig að það væri mjög gott ef við kæmi staði allan á af hverju þetta er. Og það er líka bara þeir sem eru að horfa geta komið hingað og horta þennan skjá því að hann virkar voða fínt. Já, þessi skjár er frábær. Ég get sett þetta bara í stofuna að þið vilja. Það virkar mjög vel og þið getur bara sett í stofunni hjá mér næst. Þetta það er eitthvað, það eru vendingar, Sigurgeir. Vendingar, Sigurgeir er komin upp í fyrsta seti. Kjartan og Stefán er enn að býða til dekkjónu sínum. Stefán er enn að býða, nei þeir fundið dekkin, hann lagður af stað. Karl Þórodsen er í öðru sæti eftir pittin og talsett fljótur að skipta dekk og ætla hann hafi þá sett minna bensín eða hvað gerði hann, ég veit það ekki. Það er allan allir bílarnir komnir á regndekkin. Og meðan ég Sigurgeir í fyrsta sætinu skellihlægjandi. Hvar er Patrik? Patrik er komin í 5. sæti. Hann getur farið í hermi og hort á keppninu á meðan. Já, nema vandamálið sko, við erum heima á mér. Við erum stúdíóð er þar sko. Og færa stúdíóð eftir heim til mín. En það er líka að þú situr í stólnum upp í GT Akademíu. Viltu þá ekki bara keyra frekar heldur en að vera að horfa á okkur aðra að gera? Það var þetta að gera bæði, þannig að sumir að keyra, sumir að horfa, þú veist. Já, og... Þá geti Hinrik ekki verið að keyra. Hann er einhvers staðar núna, í 12. sæti reyndar. Það eru Kjartan kvartar yfir rúðuþurrkum. Gleymd hann að setja rúðuþurrkurnar. Það sagði bíla, mótorinn farinn. Eða bara keyra og horfa á sjálfan sig keyra.
Já, Nei, og það snýr hann Kjartan hann er á blötu dekkjánu sínu, sko. heldur betur. Er hann á blautum dekkjum en það dugur ekki alltaf, það er rosalega sleift, sko. Þessi bíll er alveg trikki í fyrir, sko. Í þurru. Hvað þá þegar það er komið í rigning. Og svo sjáu þið, það er líka fullt af drasli í brautinni, svona gúmmi sem að gerir, það er bara í rauninni þurra línan er hraðasta línan þangað til að byrja að rigna og núna er engin hröð lína í gegnum brauta, þú veist, alls þar sem þú vilt fara út í kant. Það er gúmmi til að renna á í staðinn. Svo sjáu þið, mjög laus aftan. Og það er að Matteo LaFisca sem er að nálgast hann óðfluga. Sigurgeir Lúðvíksson núna komin í fyrsta sæti. Nei, þarna ber hann í vegginn Matteo LaFisca. Splundar sér þetta. Og Andri Marís kemur síðan. Og hver? Veitu nú, nei, þetta er ekki Andri Marís. Nei, en Lars Stefán að ná beginu svo. Þetta var Andri Marís sem var að slæta þetta. Jesus Christ. Þetta er slæt. Stefán Freyr. Quick fit, já. Quick fit, segir hann. Já, þú gæti fyrir að rukka fyrir þessu hugmyndir, Vítor. Þetta er alveg rétt hjá þér. Frábæra hugmyndir hjá þér. En í staðinn þannig að Sigurgeir á riðið hrúinu sinni er í fyrsta sæti. Karl Þóroddsson er komin upp í annað sæti eftir pittin. Náðu komið sér talsvert hraðar út úr pittinum, heldur en allir aðrir. Patrikur komst bara langt á eftir honum út úr pittinum. En Karl er búinn að vera að sækja aðeins á Sigurgeir. Það voru 10 sekundur á milli að hann komið niður í 8.5 núna. Hinrik kominn á sinn heimavöll, aftastur. Og hann getur ekki kennt kommentators um þetta því að hann er bara búinn að vera aftastur allan tíman og við erum ekkert búin að nenna að tala um. Já, þetta er ekki, já. Þannig að það er ekki hægt að kenna okkur um þetta í þetta skipti. Alls ekki, þetta er ekki okkur að kenna. Ó, það var að skota okkar mann Hinrik. Ég verð að vera sammála því, skilur við. En Rúnar er aldrei að keyra, þannig að honum er alveg sama. Já, ég veit alveg ef ég væri þarna, þá það væri búið að diskvóluvæða með svona 4 sinnum. Eiginlega bara spurning hvað ég hef náð mörgum með mér út. Aron er mjög hugsi, hvaða stillingar ætlar hann að sýna ykkur upp á skjár næst? Ég er að melta hvað ég get gert, þú veist, af hverju hygstar NDI allt í einu. Eins bötteri og það hefur nú verið hingað til. Þú veist, er þetta overlegin? Þú ætla að keyra 2 overlay, eitthvað annað. Þú veitum með chatglugga bara til að sjá hvað Hinrik skrifaði fyrir klukkutíma síðan. Það er allt til alls hérna. Já, nú kemur eitthvað. Nú komum stillingar. Grafík, nú ætlum við að lækka limitið. Kannski fær NDI aðeins meiri þú veist, resource frá skjákortuna ef ég lækka stælana sem að iRacing er að biðja um. Kannski, menn hver veit, kannski. Ekki einu sinni heil 1080p, já það skiptir engum máli hvað stendur á það. 1041, þetta er allt modda hjá mér í einhverjum inifælum og eitthvað. Nei, það er ennþá hyggst, frábært, gátt að vita það. Þetta er rosalega barátta, Gunnlaugur og Aron Breki. Gunnlaugur grjótharður, allar sko ekkert að hleypa honum fram á sér. En Aron Breki sem er leiðis allra ekki og tekur undir á hann og nær hann að koma sér við hliðin á mig, já. Nú fara henni í vinstri beygju og Aron Breki kominn fram úr, fer hún í pollin, tæp þessi beygja, nær að halda sér og kominn fram úr. Virkilega vel gert hjá Aron Breki. Fór í vitlausa átt náttúrulega, auðvitað. Aron Breki hérna aftur með hliðin á sér, skiptum myndavel, takk. Aron Breki
Breki nær að halda sér fram úr og ennþá í 5. sæti. Ef hann kannski komið sér fram úr allan tímana, ég veit ekki. Allavega Aron Breki í 5. sæti og Gunnlaugur Ásgrímsson í 7. sæti. Patrekur Magnússon í 4. Hérna Það Matteo var hann að klessukera bifreiðina í N1 skiptið. N1 skiptið. Aðeins på tegist hérna á öllum. Patrekur fílar Aron Breki meira bílana heldur en open wheel. Ég veit það bara ekki. Ég held að Aron Breki sé eiginlega bara alveg sama hvað hann að keyra svo lengi sem hann að fara hratt. Ég held að það sé bara hans þeng sko. En hann hefur alveg gaman að þessum bílum sem að renna svolítið til og svona. Þannig að hann heitir líka Aron eins og ég, þannig að hann kemur ekkert óvart ef hann finnst þetta skemmtilegt. Það nú eitthvað skrítið ef hann þætti þetta leiðilegt. Hann væri heima þessi núna bara anskotin nenniski. Heyru við, hvað eru tæpir á bensinskjöfunni þegar þeir eru að keyra þetta í gegn? Þessi pollar eru nefnilega svakalegir. Hendum okkur þetta rollbar. Þannig að hendum okkur inn í bíl hjá honum. Hákon, sjáum þess að polla dálítið vel og hvað spreyjast líka mikið úr bílnum fyrir framann. Og svo eftir að þotna brautin aftur og þá þurfum við aftur að fara að skipta dekk. Þannig að það er margt sem getur gerst en ennþá klukkutíma eftir. Hálftími liðinn. Ja, það er 1/3 búinn af þessari keppni núna. Sigurgeir Lúðvíksson sem byrjaði á regndekkjum og var í mikilli, var hann bara langaftastur í byrjun á keppninni en slapp við að fara í pittin og ná sér í regndekk og er þar alveg keinandi núna á náttúrulega vel slitnum dekkjum svo það kæmur ekki óvart ef að Karl Þórhallsson myndi ná honum einhvern tímann. En Sigurgeir var náttúrulega mjög ofalega í keppninni, nei í æfingum á hann, þannig að já, það þarf ekkert að vera hann En þær voru náttúrulega ekki blautar. Það voru ekki blautar, nei. Það er mikill munur á að keyra í bleitunni og keyra ekki í bleitunni, sko. Kannski sérstaklega á þessum bíl. Þessi beygja þarna til dæmis er flat out. Það heyrðist alveg þarna vel að hann Hákon var ekki að standa hann flatan, sko. Nei! Einmitt. Aðeins að grípa hann. Sjáuð pollana. Út allt. Hákon saxar á stýrið. Leita gripinu, það er eina leiðin til þess að leita gripinu eða finna hvort það sé grip, það er að athuga hvort að bílinn geti fundið grip, það er að prófa að beygja bara. Stefán Freyr með Hinrik fyrir aftan sig. Hinrik er þó hring á eftir. En hann hefur alveg rétt á því að afhringa sig, hann langar það. Stefán fer þetta mjög djúpt. Stefán bremsar seint þarna, fer aðeins út af. Þarna er Stefán með Hinrik ennþá fyrir aftan sig. Stefán er að keyra varnarlínu á fullu, hann ætlar ekki að hleypa honum Hinrik fram úr sér. Hinrik alltaf öflugur þrátt fyrir hann æði sig ekki neitt. Hann bókstaflega kom heim til sín áðan bara klukkan 8 og var að koma sér bara í tölvuna rétt fyrir tímatökuna. Þetta kemur hann sér fram úr.
Stefán kominn fram hann aftur. Býttum við, þarna var einhver að dúndra sér út af. Já, það vantar drævertaki. Býttum við. Hörru, Hinrika messan. Missir aftur undan hérna. Sleppur vel. Það sjáum við krass þegar hann Gunnlaugur missir aftur undan sinn. Rennur hérna fallega út af og eftir honum var hvað Karl. Hann hugsaði að herma eftir. Ákvað að sleppa því. Herru. Karl komin upp í fyrsta sæti. Sigurgeir dottinn niður í þriðja. Sigurgeir dottinn niður í þriðja sæti. Fjórða sæti. Hvað gerðist hjá Sigurgeir? Herru, Sigurgeir fór í pitinn. Það svoleiðis, Sigurgeir fór í pitinn. Ætlar hann að þykja eftir að sniðu núna að fara á bara að slikka hana aftur. Gekk svo vel að byrja á regndekjum. Já, það er hægt að rigna núna. Það er stendur að sé létt rigning. Það er ennþá rigning á, við sjáum hérna á skjánum það rignir ennþá. Hér er barátta í gangi. Frá drævertak upp. Hákon Jökulsson. Öskrandi sókn á hann Karl. Hákon búinn að stytta þetta bil talsvert núna. Kalli þarna að missa hann aðeins. En þetta slapp hjá honum. Það er hvergi styttur á milli neinstaðar nema fyrsta og annað sætis. Hálfsekundi hérna sem skilur þessa meistaratoað. Gunnar Karl kom upp í 10. sæti, en ég ætlaði ekkert að sýna ykkur þar, ég ætlaði að sýna ykkur Hákon. Patrikur hérna 4 sekúndur fyrir aftan. Hákon reynir ennþá. Kemur sér hann upp í hlýðina nánast, ekki nóg. Kalli missir hann hérna. Hann er varinn. Hákon þakka fyrir sig. Og Patrikur líka komið fram úr. Hér kemur Aron Breki. Þeir Gunnlaugur að reyna að finna grip í ytri kantinum á veginum. Karl Þóruðsson í 3. sæti eftir að mista bílinn og Patrik núna komin í öskrandi sókn á Hákon. 2 sekúndur þarna sem aðskilja það og núna það voru 4 sekúndur áðan. Patrikur annarkvort í æpandi sókn. Patrikur er búinn að vera að keyra hraðar síðustu hringi. Já, sjáum alveg 2.10, 2.9 og svo 2.7. Og Hákon í hinn áttina ára minn 2.9, 2.9, 2.8. Já, ég held að þetta jafnist út bara sem svipaðir tímar sko. Það gæti að vera að gerast núna bara þegar Hákon smallaði sér niður, þurfti að hægja á sér. Já, þetta erum við komin á pallinn. Pallinn á pikanum. Pikanum góða. Patti með Vettelhjálm og drævertak. Og
Já, ég held að hjálpi. Ég held að gæti verið að hjálpa. Kæmir ekkert óvart. Núna er bilið að styttast talsveit á milli þessari keppenda hérna. Matteo missir hann. Nei, og farin út af. Þetta var ekki það sem það að gera. Það ætlaði að gera þetta. Nei, hann er í lagi toppstandi hérna kallinn. Hann er orðinn vanur þessu. Sjáum við Gunnlaug. Svo sjáum við Siggeir. Hver var að... Það er Andri. Sjáum við Andra. Alltaf að fyndi það með heyri í þeim fyrst. Hann er þvert hérna fyrir, það er engin bíl að koma. Hérna sjáum við Hinrik. Kjartan. Stefán Freyr. Gunnar Karl Vignisson sem að lendi í árekstri hérna áðan og þurfti að fara í pit og er því í 10. sæti. En hvað er? Hann er 4 sekúndum frá Stefán Freyr. Það er ekki mikið. Það er ekki mikið. Hlutum á annan. Hvað er þetta ekki? Já. Gunnar Karl. Nei, Pekinn. bara hérna. Pekki. Það er Aron Breki verið að sækja á Kalla. Það er Þetta dræfir taka nettperandi. Það er enginn í pikkanum, þá held ég að dræfitaki fari. En það er alveg þessi verið að sjá pikkan, sko. Svakalegur. Það er nú í 4. sæti. Aron Breki, æpandi sóknina. Lefa Karl að finna pressuna. Kalli hvað? Aron Breki reynir að stinga sér þarna og býr til pressu á Kalla. Dugur þetta, hann er að koma sér samsliðunum hérna, já, það er engin snerting. Kalli víkur fyrir honum og Aron Breki er komin fram úr. Vel gert. Hætti að regna hjá okkur og brautin byrjar að þotna 27 stiga hiti á brautinni og 25 stiga hiti í loftinu. Þannig að það ætti að þotna þokkalega hratt. Það er allan að draumurinn okkar að það þotni þokkalega hratt. Kalli er ekki að fara að gefast upp. Nei, hann er þrjóskur. Það er hann. Það er Gunnlaugur Ásgrímsson sem er með besta hring núna. Það er svo sem mun alveg pottet einhver taka hennan besta hring af honum þegar kemur að því að keyra í þurru hérna aftur og eftir. En eins og staðan er núna er rallymeistarinn með besta hring. Pick up. Ég vil ekki að hafa þennan uppi núna. Bíflugunar. Já, þetta er Aron Breki sem er að keyra fyrir bíflugunar í formúludeildinni. Höfum þetta bara uppi, þá er þetta ekki alltaf að detta niður eitthvað.
Já, það er eitthvað þarna, alveg rétt. Þetta er flott. Þetta er mjög flott. Herðu. Nei, ok, hann er bara svartur á hann stuðar en ég held að hann væri tjónaður. Nei, herðu. Við mistum af því sem ég ætla alls ekkert að missa af. Smelta á hana Gunnar Karl Pest, Stefán Freyr Margrétarsson. Zoom. Alla leikinn. Hona þarna missir Stefán bílinn sinn og Gunnar Karl kemst upp í 9. sæti. Ég er full að trúa því að Gunnar Karl gerir þetta aftur. Hann var að gera meira. Hver er live-takkið minn? Þetta, búm. Það er ykkur. Já, smeltu þetta, takk. Já, hann fór í pitinn. Ég skil. Þetta er æsispennandi. Hann fór í pitinn. Það var hann sem að hann fór fram úr. Stefán Freyr misti bílinn sinn. Kjartan Huldursson er farin í pitt. Bíli á milli Hákons og Patrik rúm sekúnda núna. Komið undir sekúndu. Getur þú klírað pittinn? Ekki vandamál. Hvað viltu sjá hann draga eitthvað? Tóið honum er svakalegt. Sett hann í spól maður, láta hann tæta malbygg. Sett hann í spól, gerðu það. Til að fela brautin í reik, sko. Aron Breki kom upp í 3. sæti. Vel, sponsor SpongeBob SquarePants, Arnar Frakt, BJ. Líka ekki hvað þetta að gera. Ég fannst bara að það blikkar eitthvað og Það sem þú myndir gera til að geta spilað recovery weekly, er ekki allir minn, það er ekkert mál. Þú bara þú hérðin í frá er þú live öryggisbíl. hann vill vera ríko, hann vill sá sem kemur og nær í það. Já, það þarf ekki að ná í það sko. Það þarf bara að keyra út á braut, við þurfum að hafa öryggisbíl. Það væri geggjað að við væri með öryggisbíl í formúldeildi, svona live öryggisbíl. Núna ertu bara farin að brjóta drauma hjá Viktor. Einhvern sem að kemur út og keyrir eins og brjálæðingur í pittin, út úr pittinum á Porsche, því að öryggisbílinn í æri sem keyrir svo hægt. Það væri geggjað að fá bara Honum liggur ekkert á. fjórhjóladrifnaðarna roof Porscheinn og negla honum bara fremst og keyra verulega hratt. Þannig að Patrikur Það er Viktor sendur mér skilabóð, við erum að ordera þetta stöf. Það er líka miklu öðvöldra að geta sagt bara öryggisbíl inn og hann keyrir bara inn, ekkert eitthvað að fá eitthvað frá ærising, býttu. Nei. Patrikur snýr bara áttur annarsætið farinn. Nei, þetta var það svo spennandi fyrir okkur inn. Fer hann fyrir. Þetta er ekki búið. Það er eitthvað spennandi fyrir okkur inn. Patti og Aron Breki eru komnir hurð í hurð. Mikið rétt, Patti dreifði þetta möl út allt svo núna er þessi beygja bara talsvert sleipari og verður það nokkra hringi í viðbót. Þið sjáu það er aðeins byrjað að þotna brautin samt. Þrátt fyrir að það er mikið sprey þá minkar sprey í stundum og þetta sjáu þið svona þurra bletti eða þurrari bletti. Patrikur ætlar að taka. Nei, býtu. Já, hann kann þetta bara, veit hvernig hann á að fara inn út úr þessari beygju. Maður getur farið talsvert vítt til þess að græða exit speed. Græða úthraða. Það er sem ég sagði. Það er bara þetta fer í orðabókina. Patti keyrir út af. Nú eru regndekkin orðin ónýtt og illa farin hjá honum Patta. Háið baráttuna, Aron Breki grjótharður og Patti hendir sér fyrir aftan hann. Líka það sem þetta þýðir er núna Hákon er komið með tæpar 8 sekúndur.
Jú, ég held þetta hvað sagðirðu, Hákon? Við komum með tæpar 8 sekundur í fórskot. Já, vel gott fórskot núna hjá honum. Patrikur er að gera allt til þess að sína sig allstaðar og nýta brautinni eins vel og hann getur. Og Aron Breki er að gera allt til þess að vera fyrir og nýta brautinni eins og hann getur. Og á sama tíma er Karl Þóruldsen að ná þeim. En það þurfa þeir að berjast núna og vera að loka hvort annan, þannig að þeir eru að fara hægar í línu heldur en nokkuð ting að vera að fara hérna. Sjáu þið, Aron Breki sleipur hann út og Patrikur kemur sér upp að hliðina á honum. Nær að koma sér við hliðina á honum og er kominn núna við hliðina á honum. En Aron Breki er með hraðari línu út. Eru samhliða núna. Hann er aðeins fyrir framann. Sjáu þið, Patrik veit nákvæmlega hvernig bíllinn hans lítur út og hversu langur hann er. Halli þarna fyrir aftan og bara tekur bara rólega, fylgist með, býður eftir að þeir gerir mistök. Já, og hérna kemur einhver árás. Dugur ekki til. Já, eins gott ég skipaði hann að mæta, það er eins gott hann koma, þetta er geggjum kefnum hjá. Ég sjáu það vel að hvað bílarnir að dansa. Patrikur! Og hann kíkir. Hörru, Ítalinn Matteo, hann er hættur. Hann hætti einhvern tímann. Matteo Lafiska er bara hættur, já. Karl búinn að ná sækja ansi vel á þá. Og við fallega aðalból merkingu hérna. Nick Lípi væri alveg í stuðunum hans Hákons núna. Ja, nei, hann var diskvalifætt. Hann var fyrir óviðandi hegðun. Og það er ekki tægt að endurtaka það sem hann gerði. Alls ekki, þetta var alveg fyrir neðan allar hellur. Nick Líp hefur verið bannaður bara hérna í frá. Það sér í lagi fyrir að vera tölvukall, en það er annað mál. Það er aukaatriði. Og Aron Breki að sína sig. Komið í heiminum. Verulega flott lifir í honum Aroni. Komið með Arnarfrakt og BJ og Hera 85 hérna merkingar á bílinn sinn. Eitthvað þetta vinnuvélar eða láta flytja fyrir ykkur dót, þá er það Arnarfrakt og BJ og ég veit ekki hvað Hera gerir, en þú veist bara eitthvað, hringi í Heru. Heyri inn í hljóði. Kannski er þetta Hera sem keppt í Eurovision, söng lagið þarna og eitthvað. Já, getur fara að syngja með henni. Það var í Gunnlaugur í 5. seti, rallystjarna mín. Og Sigurgeir Lúðvíksson.
riðhrúðinu sinni. Andri nýbúinn að láta mála sinn. Hér Gunnar Karl komin í 8. sæti eftir smá árekstur hérna í byrjun og endaði síðan í síðasta sæti. Núna er búinn að vippa sér upp. Það er sjálfsögðu velmertur bíllinn í honum. Aðalbón Racing, Rupes. Það er það Sparko og Aki svo ekki þetta niðri. Mjög gott. Henrik Haraldsson. Hann má skammast sín fyrir sitt liferi. Hann má skammast sín. Það var skammast sín. Herðu, hér er Kjartan Hulduson frammendalaus. Hann er farin að létta bílinn. Ótrúlega einfalt og flott liferi hjá Aðalbón. Já. Þetta þarf ekki að vera flókið. Þarf ekki að vera flókið. Þannig er Durex bílinn. Hann verður í pittinum á eftir að útluta smokkum, ef hann landar. Hérna sem alla stærðir og allt. Alla stærðir og gerðir. Hákon Darri Jökulsson í 1. sæti. En við erum búin að droppa honum í 4. sæti fyrir að vera með ljótt liferi. Já. Nei, þetta var tjók. Sko, ég held að Henrik sé að Ragnar Óskarsson, vitið ekki hvaða fyrirtæki Hera 85 er? Nei, við vitum það ekki, segð þú okkur. Nei, það var ekki neitt. Hvað er Hera? Þú veist, ef hann segir að þetta sé svo bara einhver smábátur í Kópavogshöfn, það eru brjálað. Smábátur. Þetta er... Stefán skellti sér í pitt. Hann var að reynsa af sér svart flagg. Já, hann er komið 25 incident, sama á við hann Henrik Haraldsson og hann Kjartan er komið 28 stykki, þannig að þeir eru búin að vera vel í því að fara út af og klessa á og svona. Hér er barátta. 1. sæti. Ég held að ég sé að berjast annað sæti eins og áðan bara. Berjast annað sæti sko, ég rugglaðist aðeins, það er Hákon sem var að rústa þessu langfermstur. Viktor ætlar að mæta, hann ætlar að vera sponsorar af öllum smábátum landsins. Ég held að sé ekki nóg pláss á bílnum. Og Ragnar Óskarsson, við vantar meira frá Ragnar Óskarssoni. Já, við erum eiginlega bara að horfa á YouTube-chatið að bíða eftir að þú segir okkur hvað fyrirtæki Hera 85 er. Við hefum engan tíma til að vera að googla núna. Nei, ég ít á gult flaggfánan ef ég hafi ekki svarað eftir smá. Ég búin að duður ekki. Já, þau getið googlað þetta. Það er Aron Breki hann að tæpur, hann er að sína sig, hann ætlar að reyna þetta sko, hann ætlar að reyna bara að pressa, já það er allan sem hann ætti að gera, reyna að pressa bara Patrik út í mistök. Karl er hérna, hann er ekki langt frá. Hér er Stefán með annað og 3. sæti fyrir aftan sig. Og velur sér hérna síðustu beygju, nei þetta er ekki síðustu beygju, hættu þessu. Hleypir Patrik og hleypir Aron hérna sínist mér líka, eða hvað, nei hann þarf þess ekki neitt, en jú þarna gerist það. Vel gert hjá honum að hleypa, bara já, hann þarf að gera þetta einhvern veginn og það er ekki alveg hægt að stoppa brúti kant og fórna öllum tímanum sínum í þetta. Nei, þú sér, hann setur öryggi á oddinn, það er alveg augljóst. Mjög vel gert hjá honum og núna er hann að hanga bara í stöðurnum á honum, þarf að nýta allt draft sem hann getur fengið þarna. Hera 85 selur sprengitöflur og svitaliktræðir í GT Akademíinu. Segðu mér að þú sért strákurinn sem sagði þér þetta niður í Akademíun daginn. Ef þú ert ekki strákurinn sem sagði þetta niður í GT Akademíun daginn, þá er eitthvað í gangi þetta, það er eitthvað simulation. Flottu pick-up. Það lítur að vera. Það var einn annan daginn sem sagði þetta mig að við erum ekkert að selja eitthvað nammi og gós, heldur bara sprengitöflur og...
sástu þetta? Þetta kom bara þarna. Það er bara að hætta upp bara þessi YouTube channel ég. Já. Óhugavert. Skulum ekki smella neitt það. Nei. Það er hægt að hyggsta svona mikið þegar við skulum ekki smella neitt. Ekki nema Viktor vilji sjá eitthvað úr taskmanager Þetta var ekki út af. Stefán misti þessu örlítið þarna við að hleypa hraðar umferðinni fram á sér. En Hákon Darri er núna 6 sekúndum á stöðinni. Þetta voru 9 sekúndur áðan. Pat er að sækja. 30 mínútur eftir þessari keppni, kæra fólk, og Patrikur er að sækja, virðist vera. Ekki Aron er aðeins búinn að slaka á. Aðeins búinn að gefa henni smá svona. Ég fengi upp þessa tíma hérna, jú, hérna, gamli góði. Já. Má ég fá að sjá tour af GTA.is? Já, getur farið hérna ít á takka og hendur að panta og Þetta er að panta, það er alls panta peysu og alls kynst kunstir. Það er þannig að gera eitthvað. Hann sagði bara mikið hitt komment, ég get svo svari fyrir það að hann sagði þetta á Það kemur þarna, skrítið. Já. Æja, það er sko það sé ekkert spennandi að gerast hérna á þessari braut, við erum ekkert að fylgjast með. Nei. Þetta er flott. Mjög skrítið sjónarhótt. Við erum ekki að fylgjast með og beint að skoða bara ráslínuna. Þarna byrjuðu þeir fyrir klukkutíma síðan. Þetta er að hoppa hérna sjálfkrafa á milli, þetta er að sína ykkur eitthvað spennandi sem er að gerast og það sem er mest spennandi núna er að Aron Breki er að sækja örlítið á Patrik. Hann ætlar ekki að missa hann lengra frá sér en bilið í hann Hákon frá Patrik hefur hins vegar haldið sér hann í 7 sekúndum, já, þá hrundið hann niður í 6,5 þegar ég sagði þetta. Verður til GTA, já við skulum græða, við skulum fara að græða GTA buxur fyrir því, ekkert mál. Þarf að setja upp myndal neyri GTA Akademíu, sko. Þannig geti sýnt núna til dæmis andra sem er að gera neyri Akademíu. Já. Getur líka bara hringt í hann og beðið hann að vera live á Facebook. Vera live. Já, sprengitöflur og... Hvað sagði hann þessu? Sprengitöflur og okkur manni ekki. Svitaletræðir. Svitaletræðir, já, það vantar svitaletræðir, mér finnst það svo gott. Það var lengur búin að vippa þessi í gegn. Já, einmitt fá live viðtal. Það hvetja keppendur til þess að vera meira með svona home cam, þannig að við getum sýnt. Eins og núna getum við poppað upp vídeo af Patrik verið að keyra heima á sér. Já, ég veit samt ekki með sko live viðtal með að við hljóði í mækanu hjá sumið þeirra. Já, kannski ágætis punktur í það. Hvernig er að keyra? Og tókst fram hann. Stefán Freyr að krassa eitthvað. Já, talsvert bil í alla keppendur núna, það er bara mest spennt sem við getum fylgst með, það er hann Aron Breki. Nú fyrir að þotna nógu mikið held ég. Ég er að treysta á það, þið fari á þurrdekk sko. Að mér finnst dálítið óvenjulega lengi átt að þotna í æri sín. Vinirinn á að festa sig og náður að losa það með einu Snapchat skilabúði. Ég myndi telja það mjög gott. Það er hrikalega gott. Mjög gott múr. Hvað sagður við þá? Ég er að vita hvað þú sagðir í þessum skilabúðum.
Hann á eftir að Ef þú býta. sagðir að setja í bakkýr eða eitthvað svona super simpul þá smá áfram og röra aftur Já, hann dugar oft að vera fastur Var æfingakstur aftan á með á bílum með það? Já Og engi fóreldrar með Já. Ég verð að fara. Takk fyrir fyrir maður Það er umleis. Þetta er hér. Já, ég skil þig Þá er meðlýsandinn að bara heim bara taka á móti hann er ekki að taka á móti hann er bara að fara að taka við krökkurinn sín svo konan skilur fara í vinnuna en já, við þakkum bara Rúnari fyrir fjörið og ég hefði átt að fara að pissa áður en hann fór það er eitthvað hugmynd látum þetta bara vinna Hvað er ekki safety car við Stefán? Hvað sagði hann? Við viljum safety car. Það er málið, já. Það setur þú öryggisbíl. Nei, ég get ekki gert það. Nei. Það stendur það í reglunum með það. Ó nei, nú verð ég bara, nei, það átti ekki að koma út öryggisbíl. Armbryggir ennþá er ekki safety car, sagði Stefán. Ég er bara að fara að opna reglum, það er bara það er bara svoleiðis. Það er aldrei skrítið að vera sko að lýsa og stýra allir saman og þykist vera keppnistjóri. Það er einkennilegt. Armbryggir er hérna stutt fyrir aftan ennþá. Hann er ekki að ná að loka þessu litla bili sem er þetta samt. En hann er kannski að læra á það sko. Reglur. GTA.is/vetramót. Verði meiri áttar árekstur í keppni, hefur keppnistjóri möguleika á að kalla út öryggisbíl til að hægja niður keppni þar til ökumenn sem atvik hafði áhrif á hafa látið laga skemmdir bílana og eru komnir aftast í röðina. Sé öryggisbíl sendur út, fá þeir sem ökumenn sem það sem endurance race er að ræða verður ökumennum ekki gert kleift að afhringa sig undir öryggisbíl. Ökumennum ber að fylgjast vel með skipinum sem ærisinn gefur á meðan öryggisbíl er út í braut. Þannig að þú veist, ég ætla ekki að setja út öryggisbíl nema einhver þrumi á vegg og rústi bílunum sínum. Það er bara svoleiðis. Og fylgja þessum reglum. Þó svo ég skrifa þér og ætla ég ekki að fara að breyta þeim live sko.
Það væri mjög skemmtilegt, eða bara hafa svona vote system, bara leiðu það eru komin, ég veit ekki, 20-30 vote á það að það eigi að vera sendur út öryggisbíl, þá bara kemur út öryggisbíl. Það er ekki sem við þyrftum að skoða fyrir svona skemmtikeppnir. En, við skulum taka það fram að í verðlaun fyrir þessa keppni eru 15.000 krónur fyrir fyrsta sætið. Það eru 10.000 krónur fyrir annað sætið og það eru 5.000 krónur fyrir þriðja sætið. Og sá sem að fær besta hring í keppninni, og hún er að halda því út keppnina, fær 5.000 krónur líka. Þannig að það er mikið í húfi hérna. Ef ég fór að setja út öryggisbíl núna, þá er ég að leika ansi ljótan leika á hann Hákon Jökulsson, Patrik Magnússon og Aron Brekar. Við skulum bara sjá hvernig þetta settlast hjá þeim. Það eru 20 mínútur eftir þessari keppni og við höfum allavega eitthvað spennandi til að horfa á. Það er hann Aron Breki sem er að fara að reyna að skvísa sér þetta fram úr. Ég er full að trúa því að hann allavega ná að koma sér í svona nær og koma sér í fleiri árásir fyrir okkur, en bilið í hann Hákon eins og frá Patrik hefur ekki mikið breyst. Ég veit, það sem ég ætlaði að gera, henda mér inn í rollbar, inn í bíl hjá þeim. Hvað er þetta gyro? Er það eins bara? Það er eins. Einmitt. Skemmtikeppni þar sem að fólk getur donate og allar upp að gera eitthvað. Nákvæmlega, ég er sammála því. Og líka bara eins og að geta sett svart flagg. Ég er framrækstur! Við skiptum mynda, guð minn góður. Aron Breki að gera árás, nær ekki að koma sér fram úr, en nær að gera sér vel sýnilegan. Og er núna algjörlega í stuðranum á honum Patrik. Svart flagg á $10 og getur tekið það af á aðra tíu. Já, hérna, við erum að tala saman. Þú er bara að koma með mér að plana hennan viðburð. Þú hefði ekki haft svona þólagstuskeppni, svona eins og Jimmy Broadbent gerði. Þólagstuskeppni. Það er reyndar í undirbúningi núna, þólagstuskeppni. Aron Breki kemur sér upp í hliðina á honum. Og nær hann að halda þessu. Ég held þetta hafi verið alveg löglegt. Hann nær að koma sér bara við hliðina á honum. Án þess að hafa eitthvað grand skoða þetta mál frá öðrum sjónarhornum, en já, við förum í páskafrínu, Viktor, ég fíla það. Getum upp, keyrum eina endurance keppni. Keyrum svo þarna er Hinrik út af. Keyrum svo aðra, endurance keppni nokkrum vikum seinna. Og þá getum við haft svona einhvers svona styrktarmót, styrkjum eitthvað gott málefni. Það eru 17 mínútur eftir og Aron Breki er ennþá í sinni bullandi sókn. Það er ekkert meira spennandi að gera í þessari braut nema það að Karl Þórodsen er að nálgast þessa tvo. Og það stefnir allt í hörku baráttu hérna annað sætið á síðustu 20 mínútunum okkar. Eða síðustu 17 sem eftir eru. Bekkin ekkert endilega skána mikið hjá þeim, þeir verðast vera nás. Jú, þeir eru eitthvað aðeins að skána hringinu hjá þeim. Kalli er búinn að minnka bilinu í 0.7 og Aron Breki er í 0.6 fyrir aftan. Þetta er
Þetta er orðið hörku baráttu hérna, 15 mínútur eftir. Annað sætið er up for grabs. Eða, þú veist, annað sætið er þarna til að grípa það. Wow, Aron Breki nær góðri línu hér út úr síðustu beigunni. Og nær, en, já, Patrik er með hraðari línu og svo sem nær meiri endaraðina út. Lokar vel á Aron, fer svo aftur yfir á hraðari línuna og þarna er fyrsta beigjan og þetta er önnur, það er smá snerting en það sýnist mér. Aron Breki slær af, Patrikur slær af til þess að snú ekki bílnum og Karl er komin alveg ofan í það núna. Karl býður bara eftir mistökunum hjá þeim, býður eftir einhver gerir mistökin. En þeir eru búin að vera nánast mistakalausir þessi drengir hérna alla keppnina. Sjáuð Aron nú þegar búin að skemma framstöðuna sinn talsvert. Brautin bara þotnar ekki nóg svo að borgi sig að fara og sækja þurr dekk. En Gunnar Karl Vignisson er hins vegar kominn á þurr dekk og Kjartan Huldursson, þeir fóru báðir í pit vegna viðgerða, þannig að þeir hafa bara gripið dekk í leiðinni. Gunnar Karl, sjáu þarna, það er smá snerting. Það er ekkert gefið eftir í neitt. Karl er alveg í stuðurinn Aron Breka. Þeir skiptast bara að kissa stuðurinn hérna hjá okkur öðrum. Kjartan Huldursson kom í svart flagg aftur og er þarna á leiðinni inn í pit að taka það út. Patrikur rann þarna aðeins til. Lítið grjótað inn á brautina. Nú er Aron þurfa að keyra smá varnarakstur gegnum Karl. Þetta reynst honum erfitt að komast fram úr honum Patrik núna. Búin með 2 rólón og getur springitöflar í svo Smarties, þetta er svo spennandi. Snerting, smá kossar í gangi. Það er Andri Maris að hleypa hraðar umferð.
Aron Breki er að reyna allt. Setur grimma press á Patrick. Heldur betur, þetta er barátta 10.000 krónur, kæra fólk. Hákon Jökulsson nokkuð öruggur hérna í sínu fyrsta sæti að fá 15 skallinn. Komin á förudekk. Við spyrum út í dekkin. Það er 5.000 skall fyrir þriðja sæti og hraðasti ringur sem að virðist alltaf detta á hann Gunnlaug Ásgrímsson. Hvaða ring var hann með? 1.52.2. Já, þeir eru farin að vera ansi nálægt honum, en hann er samt sem áður ennþá með besta ring og fengi fyrir það 5.000 krónur ef hann er að halda því næstu 10 mínútur. Það er hann sem vart sem getur gerst brautin. Láttu hann að hlata ringi friði. Þetta kemur það, hjá Gunnlaugi. Látið hennan hraðast að ringi í friði. Þetta sé að ert að hlusta á streymið? Ykkur bein góði. Það sjáu þið Andri búinn að koma sér í rununa. Búinn að ná góðum tökum á þessum bíl. Óvart að Hinrik skelli sér eitthvað ný fín dekk og reyna að taka hennan ring. Já. Hinrik, besti ringurinn hans Hinriks er sko 4 sekundum frá besta ringnum hans Gunnlaugs. Þannig að ég held að ég veit ekki hvort að dekkin muni bjarga þessum 4 sekundum fyrir hann. Veit ekki með það. Stefán Freyr að krassa eitthvað og Kjartan Huldursson líka að krassa eitthvað. Og í ferðin á honum Andra. Andri Marís að sína það að ef hann hefði bara ekki gert nein mistök í þessari keppni þá geti hann vel verið að berjast við toppana. Þeir eru allir á sömu blautu dekkjunum, það er bara Sigurgeir, Andri Marís er á þurrum. Andri Marís er á þurrum. Það er ekki svoleiðis. Ég get sýnt einhver dekkin. Þetta sjáu þið dekkin sem allir eru með. Hörku barátta hérna, sjáu þið Kalli, reynir og hræðir en Aron Breki lætur þetta ekkert á sig fá. Hendi sér beint fyrir aftan hann Patrick. Brautin orðin vel þurr. Þetta er svaðaleg barátta hérna. Búin að vera í 12 mínútur. Fyrir 14 mínútur allavega sem er búin að vera þessi 3 gæjar að keyra ofan í ykkur öðrum. Og Aron Breki er búin að reyna allt og Patrickur gerir allt til þess að halda honum fyrir aftan sig. Og þarna kemur snerting, smá snerting. Það er búin að vera nóg af þeim þannig að við hefum engar ágjörð af því. Andri, þú ert bara að fylgjast með, ekki? Þú ert að ekki bara að dæpa á maður. Jú, ég er bara að vera partur af sjónu. Hann kann þetta. Þegar þið hana, hvernig vil ég gera það? Ég er miklu hraðar á mínum dekkjum. Þá er spurningin hvernig gera þetta. Gunnar Karl er fyrir aftan hann Andra. Í sammenningu.
Ég er 4 sekundum á ringræðari núna. Besti hringurinn situr enn því á Gunnlaugi Ásgrímssyni sant. Og samkvæmt tímatöflunni eru þið ekkert hraðari með síðustu ringin ykkar, eru þið 3 sekundum kannski, jú Gunnar Karl, 2 sekundum hraðari en, ok, Gunnar Karl er 3 sekundum hraðari. Hvernig ætlaði að gera þetta? Ætlaði að hleypa hér? Ég sem keppnisstjóri ætla ekki að skipta mér að þessu. Gunnar Karl hefur fullan rétt á og þarf bara að fara í baráttu við hann andra og reyna að tróða sér fram hann andra. Reyna að hirða á hann þetta sæti. Hérna er baráttan annað sæti. Aron Breki að reyna allt sem hann getur. Það eru orðið 5 bílar hérna. Sjá, andra fyrir aftan. Þeir eru svo miklu hraðari á þessum þurru dekkjum sínum. Hvað er að gerast? Þarna, hér eru þeir að slást. Andri og Gunnar Karl. Og Gunnar Karl missir aðeins þarna aftarendan. Og fyrir vikið missir hraðan út. Þá höldum við áfram að fylgjast með baráttunni fyrir framann. Patrik er í öðru, Aron Breki í 3. sæti. Grey Hákon sem hefur ekkert fengið að vera sýnt, fengið bara neitt tíma hérna. Gunnar Karl komið fram úr. Fær hérna rós. Sigur. Sjáum Aron Breka. Komið upp á hlið en er núna með... Nei, það er árekstur fyrir aftan. Það er árekstur fyrir aftan. Ég er búinn að vera að nefna það, við erum miklu hraðari. Það er að hleypa fram úr. Þeir eru að taka 50 km/klukkutíma tæjarinn seinum dagina. Þeir eru bara að berjast. Baráttunum peninga þarna. En Gunnar Karl vantar að komast fram úr svo hann getur reynt að ná þessum hraðasta hring. Svo það er ýmislegt sem að spila hérna inn í. Það okkar ekki gera þetta þegar við erum að keppa pódium, jafnvel þó þessum hæga. Aron Breki grjótarður hangir í honum. Hangir svolítið í honum. Hvað gerist? Andri Marísson fyrir aftan. Nær að koma sér fram úr Gunnar Karl. Gunnar Karl tekur undir á hann og missir aftarendan sama stað á hann. Það sló út öryggi hjá honum Hinrik og Hinrik er dottinn út. Hvað er ég í replay? Hvað er það að menna þau? App. Snýr Andri, nú er hann alveg týndur hver ég er. Gunnlaugur er að koma sér fram úr Karli. Karl er hérna í klessu, komin út af eftir snertingur sem var í þaðan.
annað incident hérna. Hérna er Gunnar Karl að koma út. Þetta er ekki incidentið. Hoppum yfir á live bara og sjáum þetta. Klárum þessa keppni og förum svo og skoðum þessi replay. Það er Hákon Darri Jökulsson sem að murksigraði þessa keppni. Og nú er ég með einhverju tómavils á kamerunni, þarna. Og er langfremstur. Búinn að vera það alla keppnina. En hérna rétt fyrir aftan er Aron Breki að reyna ennþá. Reyna að komast fram úr. Aron Breki og Patrikur. Hörkubaráttu. Aron Breki er búinn að reyna að komast fram úr húnum stanslaust og hérna koma þær inn. Þriðju síðustu beygju. Þetta sé þriðja síðustu beygjan. Og Aron Breki fer hérna ytri inn í síðustu beygjuna. Hann nær ekki að koma sér upp í hliðina. Þannig að Patrikur Magnússon tekur annarsætið og Aron Breki það þriðja. Fjórða sæti er Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn, að koma og taka hér. Og eitt er hann enn sem komið er með besta hring. Virkilega vel gert. Karl Þóroddsson sem átti að vera þarna í þriðja sæti, fyrirgefi, fjórða sæti. Tekur fimmta sætið og svo er það Sigurgeir Lúðvíksson sem var að koma að keyra þetta hér. En Hákon Darri Jökulsson sigraði þetta með yfirburðum. Langfremstur, náðu að koma sér fremst og bara stinga af og halda því þannig það er ekkert búið að vera að gerast hjá honum nema bara að keyra hratt. Gunnlaugur Ásgrímsson heldur hraðasta hringnum enn sem komið er. Let's go. Tekur hraðasta hringinn. Gunnlaugur Ásgrímsson. Þetta er aðalmaður keppninnar, Hákon Darri Jökulsson. Það eru 15.000 krónur sem að Hákon er að fara að taka með sér heim. Það eru 10.000 krónur sem hann Patrikur Magnússon er að fara að taka með sér heim. Það eru 5.000 krónur sem hann Aron Breki er að fara að taka með sér heim og í fjórða sæti með hraðasta hring og vegna þess tekur hann líka með sér 5.000 krónur Gunnlaugur Ásgrímsson. Virkilega vel gert hjá okkur, drengir. Til hamingju með þetta. Til hamingju með þetta. Til hamingju. Nú skulum við fara og finna út úr hérna einhverjum replayum. Hér er Karl á undan, bremsar seint, fer djúpt þarna inn, missir þar með Andra fram úr sér og fer svo aftan á Andra hér, fer svo út á miðja brautina og lendir í Gunnari. Á, hann er lítið, hann lendir ekkert í honum, hann lendir bara utan í Gunnari. Líka þetta svekkja sig á þessu. Stundum getur svo auðvitað gerst í þessum keppnum.
Það þarf ekki oft ekki mikið til þess að hlutinni fara í glæsu. Skulum við sjá þegar Aron Breki náði að koma sér fram úr í smá stund. Nær að stinga sér þetta upp á hliðina á honum. Kemur Patrik í greinilega mjög óvart. Patrik nær svo að koma sér aftur fram úr honum og halda sínu sæti. Þá var einhver barátta hérna milli Hinriks og Stefáns. Nei, það er Stefán sem fór í pit. Þá var það hérna aðeins fyrir sem að Aron Breki reynir að komast fram úr Patrik. Það var hangið í honum. Patrikur missir bílinn aðeins út. Aron kemst fram úr honum í smá stund. Patrikur gefur ekki neitt eftir. Hangir á innri línni og nær þessu fína hraða hérna út úr beygjunni. Hendir sér beint fyrir aftan Aron. Tekur svo yfir og undir á hann hérna. Aron kominn fram úr hérna, hann er mjög tæpur. Þarna stingur hann sér Patrik aftur. Aron Breki er enn að halda sér. Þarna verður smá snerting. Þetta eru mómentina sem Aron Breki var á undan. Þarna tekur Patrikur mjög flotta hreyfingu, stingur sér innan á. Það er að koma sér fram aftur og náði svo að halda þessu þangað til að við sáum klippinu sem við sáum áðan og kolla kolli. Sjáum við skota af Gunnari Karl vera að komast fram úr honum Stefán Freyr. Stefán Freyr sneri bílnum sínum. Gunnar Karl komst bara auðvitað þar fram úr. Það var í kafla í keppninni þar sem að Karl Þórdsen er í öðru sæti með Hákon hann fyrir aftan sig. Og Hákon var ekkert í fyrsta sæti alla keppnina þó hann hafi leitt stæðstan hluta á hann eftir tíma, eftir pitstoppi þá leiddi Hákon þessa keppni allan tíman og var langfremstur. Sigurgeir tók sitt pitstopp og droppaði hann aðeins niður. En já, herðu, og eitthvað að vera að skrolla þetta meira niður listan. Þannig að finna eitthvað, það er ýmislegt sem gerðist. Og ég farið það niður eitthvað og sé bara restart. Þjófstartaði Matteo. Fekk svart flagg fyrir.
ræsingin hérna sem við erum að horfa á. Fullfallegur hópur af bílum hérna. Shamley mættur á chati. Það er gott, þetta var gaman. Það er það sem skiptir mestu máli. Fyrir utan kannski 15 skallin sem að Hákon var að vinna. Það er mjög gott að fá 15 skall. En já, þá komið að lokum hér hjá mér í dag. Við séum ykkur aftur eftir viku. Þá er formúludeildin að halda áfram. Við verðum hérna með þráðbeina útsendingu bæði á YouTube og á Twitch rásin okkar. Computer Film, gleymd þessum vimkalli. Já, vel gert. Virkilega vel gert. Og já, ég sé ykkur hérna eftir viku þar sem við verðum með formúludeildina sem að verður alveg jafn spennandi keppni. Ekki alveg jafn löng, en ég get lofa ykkur, hún verður jafn spennandi. Takk fyrir kærlega fyrir að koma hérna og horfa á þetta með okkur og spjalla inn á chatinu. Það er alltaf gaman að hafa chatið lifandi. Það var stórfenglegt og góða nótt. Bless.